Hér sjáum við myndir af leiknum í gær, síðasta leiknum í 4. umferð, KR á malarvelli þeirra KA-manna á Akureyri. Og það þarf nú ekki að fjölöðum litin á KR-ingum fyrir íþróttamönnum í svart-hvítum peysum og svörtum buxum og KA-menn hér í gulum peysum og bláum buxum. Og eins og sjáum á þá svolítið önnur áferð á þessum leik heldur en á valsleiknum þar sem var spilað á grassi. KR-ingar hér, KA-menn vildi nú sagt hafa hér í baráttu. Og fyrsti skallinn og fyrsta marktækifærið, Jón Grétar Jónsson fyrir valsmaður með skalla framhjá. En síðan var komið að KR-ingum á 7. mínútu. Pétur Pétursson sem var yfirburðamaður í liði KR í gærkvöld. Það hér aukaspyrna. Ian Ross, þjálfari KR-inga, hefur átt í svolítum erfiðleikum með að stilla upp því liði sem að hann vill eða heldur að muni duga KR til sigurs og gerði einar fyrir árið 4 breytingar á liðinu fyrir leikinn í gær. Skipti meðal annars markvörð, setti í markið Þorfinn Hjaltarsson sem lék áður með valsmönnum og Húsvíkingum í Völsungi. En KA-menn tefla fram óbreyttu liði frá síðustu leikjum nema Ormar Örlygsson kominn til liðs við þá. En hér það Pétur Pétursson sem skora fyrsta markið í þessum leik strax á 7. mínútu. KR 1, KA 0. Góð byrjun hjá KR-ingum og fór þá stuðningsmenn Akureyrarliðsins sem fjölmennt á völlinn. 1000 manns fylgdust með þessum leik. En sú sæla stóð ekki lengi yfir. Bjarni Jónsson jafnar fyrir metin fyrir KA eftir að Ormar Örlygsson sem var að minnast á áðan sendi knöttinn til hans úr aukaspyrnu. KR-vörðin illa á verðin eins og svo oft áður í fyrstu deildinni núna í vor. KR-ingar hafa til mestu vandræðum með varnarleikinn hjá sér. KA-menn geysilega öflugir og síðan lifnaði nú heldur betur yfir þeim eftir að þeir voru búin að jafna metin í þessum leik. Og síðan kemur Þorvaldur Örlygsson með 2-1. Miðjan fyrir hálfleikinn dundraði boltanum í netið og þeir bræður Þorvaldur og Ormar eru sterkir á miðjunni hjá KA. Og svo með þessa snörpu framlínumenn sem komu frá VAR, Antoni Karl Gregori og Jón Grétar Jónsson. Færi voru KA-manna, hér Antoni Karl. Og ekki hægt að segja það að hægt sé að kenna Þorfinni Hjaltarsyni markverði KR-inga þessi 2 mörk sem að þegar eru komin. En leikur liðan í gærkvöldi var opinn og skemmtilegur að sagt tíðindamann okkar þar sem að fylgist með þessum leik. Og vonandi geta Akureyringar einnig farið fljótlega að spila á grasvöllunum sínum sem eru nú býsna góðir. KR-ingar hér á fleygiferð í sókninni. Við erum ennþá í fyrri hálfleik, staðan KA 2, KR 1. Og Pétur Pétursson, aðalmaðurinn í sókninni hjá KR. En það gengur ekki hjá öðrum leikmönnum en Pétri að skora fyrir KR. Hann búinn að skora 3 mörk í deildinni að ég hygg og markahæstur. Hann yfir við Kolan. Og þannig var staðan í leikhléi, KA 2, KR 1. Og síðan hélt fjörið áfram í seinni hálfleik. KA-menn hér í sókn og áttu þá margar ansi góðar sóknir í upphafi seinni hálfleiks. Og hér það Gauti Laxdal með þrumuskot rétt framhjá. Gauti búinn að leika tíma með KA-liðinu, var einn af aðalmönnunum í liði Fram. Var með sér valinn efnilegasti leikmaður Íslandsmótsins eitt árið. KA-menn í bullandi sókn, þarna var nú Þorfinnur Hjaltarsson í marki KR betri en enginn. Í markinu varði vel. Og sóknirnar dundu á marki KR-inga.
og síðan náðu KR-ingar einn og einni skyndisókn inn á milli. Og Pétur heldur óvanlegt að sjá þetta, hann er vanalega sneggri að afgreiða boltann. Eins og við höfum séð á þessum fáu mínútum að þá er það baráttan sem er aðalsmerki KA-liðsins ásamt liprum samleik. Það hefur Guðjón Þórðarsson þjálfari liðsins hefur komið með skilning á það vinnist ekki leikinn nema að berjast af miklum krafti og hér er það Gauti Laxdal sem að skorar fyrir KA-menn, KA 3, KR 1. Hér er aðeins 12 mínútur til leikloka og með þessu marki má segja að mótstaða KR-inga hafi nú lokið nánast. Og hér er Jón Grétar sem að tekur boltanum af miklu harðfylgi og dundrar honum í netið hjá KR-ingum og þannig lauk þessum leik. KA sigraði með 4 markum gegn 1 og KA er í öðru sæti í fyrstu deild. Þetta er skemmtilegt lið sem að þeir norðamenn tefla fram.